Nei. Vá, þetta svakalegt. Það er að koma í ljós að Hjálmar Örn hefur aldrei farið á íþróttaleiki í Valsheimilinu. Valur er búinn að vera í toppborðinu í körfubolta, handbolta og fótbolta núna síðan 2015. Og hann hefur bara aldrei komið í Valsheimilinu. Ég var aldrei haft efna á því. Nú ætla maður að taka setta season. Maður fyrir á fullu á Valsheimilið. Hjálmar, þú verður að slaka þess á að sitja í sófanum bara. Þú verður aðeins að vera á vettvangi líka. Herðu, Sindri, þú mætir að sjálfsögðu fyrsta hjamman. Allt lokaði bænum. Þvílíkt vesen að komast. Ég kom á hjóli. Hann labbaði 15-20 mínútur, þú gerði það svipað. Ég labbaði og tók 3 mismunandi hoppjól. Já. Þau voru alltaf að drepa á sér og banna að keyra hér og ég var að rífast við einhverja 15 ára stelpur sem var í gæslunni í þessu hlaupi bara til að komast í hjamman. Ég er að segja það. Þetta ég einhvern veginn labbaði á móti öllum hérna í hálfmaraþoninu. Var fekk einhvern veginn alla bara svona á móti. Ég með skólatösku svona einhvern veginn hálfkalt og bara blautur. Það eru örugglega einhverjar sögur sem fara af stað núna. Að við allir hafi verið að koma heim af djammunu eða eitthvað lengt eða svona við einhvern mættir. Nei, það er ekki staðan. Við erum mættir til að vinna. Já, og það er annað heldur en bollin, mækarinn, Gunni Birgis og Kili. Ég hvetur henni fólki bara til að fletta upp hjamma.net pósternum. Já. Og við hefum viljað hafa það á alla. Já. En þeir mættu sem voru tilbúin að leggja aðeins á sig. Leggja vinnun á sig. Þetta er svaka, þetta er don't call it a comeback, maður tárast bara. Ég held að ári myndi menn rífa sig í gang og byrja á réttum tíma. Nei, það verður sama kærleys og sér. Það er þetta rétt, við verðum að fara að laga þetta. Já, það er svona smáviljandi. Það var smáviljandi og okkur til varnar þá eru þetta mikið af samgöngutruflunum. Mikið af samgöngutruflunum, já. Þá var rútín að byrja sig Jón Skarp, vel verðskulda frí hjá back to reality. Hvað segir alltaf stelpunan að bli? Halló, rútína. Það er svakalt að vera með 2 gráða hérna. Maður verður að halda haus. 2 gráða á afa. 12 gráða á afa. Herðu, strákar, við ætlum að byrja þetta vel, eins og alltaf. Sko, þetta bara segja örstutt hérna. Það verður fullt af nýjungum í hjammanum. Það sé á hreinu. Og ég ætla ekki að segja þessi uppbytunarþáttur, en þetta er samt fyrsti þáttur, svona, við erum að keyra okkur í gang og fleira. Og það verða nýjungar og við ætlum að gefa alveg fullt ammó núna á fólk í kommentakerfi og alls konar og vera jafnvel að auka það og gera öðruvísi og fleira. Við ætlum að snúa hjóli hérna sem við ætlum að bústa hjamman, er það ekki rétt hjá mér? Þetta er svakalegt og þess að hjólið til að útskýra þetta betur, þá er þess að prósenturnar á hjólunum, þetta er 20%, 25%, 15%, 10%, 40% og þetta er rauninni ákveður hvað hjammin er bústaður mikið. Já, en er það rétt hjá mér að hjammin er komin inn, eða ekki? Nei, kannski ekki. Já, kemur það, já. Við erum allir hérna, tæknimenn hérna. Búlis Media mættir. Búlis Media mættir, þeir... Sagan segir að þeir hafa sofið í stúdíóinu í nótt. Já, þeir löðu sig hérna. Þessir gæjar, þetta er alvöru vinnihestar. Já, síðan er eitt hérna sem við verðum eiginlega örstutt að fara yfir en við munum veita official verðlaun fyrir það á næsta tímabili. Nei, á næsta þætti. Og það var síðast tímabili, baráttunum brauðið og við ætlum að kíkja á það hér. Hérna, já, nú séum við okkur mækari mætti ekki. Já. Við verðum að taka þetta aftur fyrir þá í næsta þætti þegar mætir. Þetta er magnað, sjáu þið hérna, fyrsta sætið, heildastig, 160,3. Já. Eitt í þessu, til hamingju með sigurinn, fárálega vel gert, við ætlum nú að krýna þið síðan í næsta þætti. Já. Ég ætla að segja til þig, þetta eru sko, ef hann hefði sett 10 evrur, þá hafa verið 1600 evrur upp á tímabilinu. Já, núna þegar maður að læra. 100 evrur, 16.000 evrur upp á tímabilinu. Vá. Ég ætla að gera þetta núna í season 2, ætla ég að setja 10 evrur á hvert einasta skipti. Hver var aftur reglan? Var stuðutin þarf að vera 2 eða? Já. Ekki? Nei. Bara hvaða stöð sem er. Já, ég skil. Þetta var bara eitt bet. Eitt pikk. Já, eitt pikk, já. Það var bara eitt pikk, maður. Já. En við gætum... Svo langt sér maður fór í þetta, maður búin að gleyma þessu. Við erum líklegast að fara að breyta aðeins, en að menn geta sett bara inn jafnvel kombo eða vilja. Til að ná hinum og svona sko, tekið sénsa. En þetta er áhugavert. Á öðru sæti, Bullis 158. Það munaði ekki miklu þarna. Þetta var auðvitað svaka barátta bara í rauninni gegnum alla veturinn. Þetta vannst á lokaumferðinni. Og þá hann heldur betur gert grín á honum allt sísoni. Hvað var að velja á í því? Já. Þetta voru menn háarastir, sérstaklega þessi í 7. sætinu, mínus. Hann tautaði og raulaði allt tímabilið. Allt tímabilið. Það er góða við nafna, hann er vanur því að láta gera grína sig. Hann er með breitt bak. Og í rauninni, það sem ég gerði þarna í bartubröðu, ég svaraði inn á vellinum. Ég bara leyfði mönnum að gasa og var síðan sjálfur að skoða og teikna og hvað var best að gera.
og síðan svaraði svo bara inn á vellin. Svo er það Sörinn með 81,83 og svo heildast ég hérna hjá Bollanum 80,5, ég var með 60,29 og svo var það Mækarinn, hann var slappastur. Í raun. Mínus 72. Já, en En hefði Mike sett 10 eurur og alltaf, hvað hann tapar miklu? Það tapar 720 eurum. En var hann ekki líka eld þetta rosa í lokin? Nei, hann byrjaði strax. hann var bara enda Ok, það er ekki hægt að verja hann. Nei. Sindri, þú kemur inn núna, þannig að þetta verður spennandi og Búlis verður að sjálfsögja áfram. Sör, hann dettur út. Nú er það Sör út, ég veit ekki hvað hann er að gera. Það er eins og við segjum, það er ný bombshell, þetta Willa. Já, og Gunni Birgis kemur inn, Keli kemur inn, þetta verður svolítið skemmtilegt. Ok, við förum í þetta síðan setna. Þetta verður í næsta þætti, við tökum ekkert núna. Við ætlum að taka allt í næsta þætti. Strákar, förum við fyrsta leik. Ég held að, geti það verið Nafli, þú ert kannski með þetta meira on heldur en ég. Eru byrjulegin komin hjá Hull City? Nei, veitu, hún hvað er klukkan? Það hlýtur að fara þetta inn. Það ætti að vera þetta inn, en það er ekki komið eins og allavega official síðunni eins og ég sé þetta. Þá byrjum við Sindri á Everton Crystal Palace. Sko, þetta er gómaleikur. Já, ég held þetta er þessi mjög skemmtilega leikur. Ég held það líka. Ég er bara ekki spurning. Everton voru komin í fína takt í lok síðastímabils og eru með skemmtilega leikmenn og þú veist, Dewsbury Hall er þarna og NJ og þú veist, ég held bara Barry væntanlega fram í þegar menn, alltaf treysta Barry. Ég held bara Everton séu talist líklegir hérna. Nýr þjálfari á Crystal Palace, Pierre Sargis. Hvað veitum við hann? Hann var hjá Lens og það var sko, hann er, ég sagt ykkur, hann var, ég kikki ofta á þetta í fútbol, hann var með 70% árangur hjá Sigurhlutall. Það er rosalegt. Það er unreal. Þannig að hérna... En Palace er náttúrulega búið að selja mikið, er það búin að fá okkur nýja menn? Lens lenti í öðru seti í fyrra. Já, einmitt. Palace er búið að selja mikið og maður veit ekki alveg með þetta lið, en hvað, sérðu fyrir eitthvað þarna? En þeir eru þetta bara að fá Dwight McNeil frá Everton. Já. Kantmannin. Já, það er svona ekta Crystal Palace leikmaður. Já, og spurning bara, hann hlýtur að byrja í dag. Já. Við gerum nú ráð fyrir því. Einhver segir mér, þú sett með henni í fantasy, fyrst þú tala svona. Nei, ég er reyndar ekki með henni í fantasy. En þetta, það fær að staða og svona, en síðan þetta, máli með Everton, þeir eru búin að tapa síðustu 4 opnunarleikjum á tímabilinu. Já. Það er ekki bara komið tími til að breyting á. Allt er þegar 5 endur fínu takt í fyrra. Ég held að þetta sé bara eitthvað 1-0 Everton sigur. Það sé eitthvað svo liðs. Já. Sko, þetta voru lokaða leikur. Ég held það. Já, ég er svona, þú veist, þetta eru náttúrulega með Sarr Crystal Palace, en svo er maður svona alveg, veit ekki alveg hvaða mörkin er að koma þarna. Sér vörnina á bakverðina á markmanni á Crystal Palace, þetta er bara... Henderson er sérlega mittur, þannig að Benítez byrjar. Þetta er böllu af vesen, sko. Walter Benítez. Herðu, þetta er áverð, ég segi 1-0. Ég segi að þetta fari 1-1. 1-1, ég ætla að fara í sama 1-1. Varst ekki að segja 1-0? Ég sagði. Auglýsingar á livestreami, ég veit ekkert hvað þetta er. Erum við með auglýsingar? Nei. Ég veit það ekki. Ég veit ekki, ef við pælum nú ekki því. Ég ætla að setja á Everton, ég ætla að kíkja í þann pakka, sér Helgi Þórs, ok, áhugavert. Ágúst Marel komast baktar með hún taka þetta, gleymum ekki, jú, þeir eru Evrópumeistar, góða punktur. Já, síðan Ágúst Marel með skemmtilegt, góðan daginn og gleðilegan. Karrickból, elsku vinnur. Karrickból, sko, þetta er eitthvað mesta flott dæmi allar tíma. Þetta er United dæmi. Við munum auðvitað eftir bara í fyrra hvernig, nei ekki fyrra heldur byrjun ást, hvernig þetta kom þetta M16 æði yfir Ísland. Sko, við förum kannski United eftir, en þeir að fara að renna á rassin á tímbili. Þetta verður algjör klúður hjá United á tímbili. Sammála með vera ósammála. Ipswich Sunderland, hjamaleikurinn stóri. Hvað Ipswich nýliðanir á heimaðalli þú veist, og þetta Sunderland með þetta monster tímabil í fyrra var svona á að gera þeim já, en þú veist, þetta er en pakkin sem þeir eru að fara í en náttúrulega ekki byrjar hvað áttu við með því? Ég meina, þú veist, þeir eru bara, þú veist, álagið er ekki byrjað, skilur já, pakkin, já ég er ekki bara í enn eitt kík í pakkan nei, en þú ert að segja að þeir séu bara ferski núna já, og þú veist, jú, auðvitað verður hérna en Ipswich heimaðalli vinnur ekki bara Ipswich 2-1 já, þetta er áhuga ég held ekki, ég held að Sunderland sé mikið sigurstranglegur hérna og þetta er alveg juicy stuð ef menn er í stuði fyrir eitthvað já, Sunderland takir þetta 2-73 já, Brian Brobby skorar já,
sko, þeir hafa verið að bæta aðeins við sig Sunderland leikmönnum eins og þeir gerðu en svona aðeins samt farið minna fyrir því en fór á síðast tímabili þeir henda alveg fullt af penningi leikmenn og það verður kannski aðeins svona róleri þannig síðan en Ipswich auðvitað meira talandi markaðin það hefur auðvitað Ipswich svolítið tekið blúprintið af svona Sunderland skólanum eins og svolítið verið rætt en þessi Cisco sem kemur hann frá Strasbourg í frönsku deildin með 12 mörk og hvað, 8-9 stóðsendingar frábærleikum, var hann ekki Brighton og Chelsea? Jú, þetta ekki hann? Já, ég meina Chelsea á þetta lið þannig að Strasbourg ekki? Jú, og þeir eru að selja þar bara hægri vinstur á milli svo er þessi Emerson frá Toulouse þetta held ég gauð sem geti alveg gert eitthvað ég er spennandi að sjá, hann er þetta keyptur á ykkur 28 milljónir evra og það verður spennandi að sjá hvað á að geta eitthvað hann á að geta eitthvað hann rataði ekki í fantasy lið þitt eða? Það voru eitt raftlið, þess vegna er kannski áhuga samur en ég meina sjáu þið samt þessi Leffe, hann er frábær, Bobby er frábær Granit Xhaka er hann og Ballard hann í vörninni hann er skeppna líka í og Reinaldo þannig að ég held að Sunderland er bara mikið sigurstranglir þannig að Sturland eru 50-50 Þú ert á Sunderland ég er bara 100% Sunderland ég er bara með reynslu í deildinni ég hef alltaf gaman að nýliðunum já, fyrir þetta kannski tölum annan nýlega eftir sem ég held ekki drosa mikið með en ég held að Ipswich vinna 2-1 Emerson setur bæði það verður bara skrekkur í Ipswich það verður bara titrandi í lærunum og lélegir ég held að Sunderland bara vinna það leik vel gert byrjuleginu komin í Hull Manchester United ég ætla að gefa 100 eurur fyrstu 100 eurur sísoni 2026-27 fekk Sindri fræga Scott McTominay glow up eftir Ítalíu Stefán Logi 100 eurur á þig það er bara dæmi hver fyrir sig 100 eurur á Stefán Loga þú sendir og þekki þetta þið sendið á Epic Bet þeir svara, þeir afgreiða því ég er ekkert að heyri mér, ég er ekki með neitt ég fæ ekki að en ykkur vant að gemsa hann hjá hjamma ykkur vant að Pringles eða eitthvað heyri hjamma en já, liðin eru komin United Hull liðin eru komin ég myndi segja að Eden Heaven með Maguire sé nokkuð óvænt og bara svona mjög skemmtilegt Dorgu á kanti og Kunja með honum og svo eru þetta linebreakerinn André Santos og Tielemans á miðinni og Bruno þar fyrir framann og þetta eins og... Ertu ekki bara sáttu við þetta? Jú, ég er mjög sáttu. Ég er fyrst skemmtilegt að Heaven séðan í miðverði og Dorgu, Carrick og þetta elskar Dorgu. Hvað er Lisandro? Bútserinn? Já. Hann er á bekknum. Hann er bara á bekknum. Hann er á bekknum? Já. Hverju munur svo koma inn í þetta byrjunarlið? Sesko? Já, Sesko... Hverju eiga að vera í byrjunarlið sem er ekki með það mittir? Benji er Benjamin Sesko, hann er auðvitað búin að vera glíma okkur meðsli þannig að MBM eru på topp núna og mun síðan færa sig yfir á kantinn og Sesko mun koma inn þetta er náttúrulega spyrjanlið ykkar mínus Sesko ég myndi að sé hann auðvitað þegar Baleba kemur inn í þetta spurning hvað er er búið að kaupa hann? Hann er klart við erum búin að landa á hún Þú er búin að heyra í Fabrizio? Já, það var tilkynnt í gerð Þegar þú stjærið þetta svona, sko, eitt hérna ég elska tjatti, það eru margar upplýsingar að koma hérna og það var eitt hérna Gabriel Pétursson hann kom hérna með svona statistik varðandi Ipswich og fleira sko, ég elska þetta og ég ætla að henda 100 eurum á Gabriel Pétursson og því þetta eru svona, ég elska þegar við fáum eitthvað svona smá insight frá spjallinu líka við, comedy, insight, fagmennska En síðan er annað auðvitað, í prógraminu var ekki númer á Rashford, en við sjáum þarna að hann sé númer 9. Vá. Sem er... Það er traust. Já, ég er mjög hrifinn að því og bara, ég væri til, það myndi gleðja mig mikið að sjá Marcus Rashford koma inn á svona 60. Já. Ég meina, þetta er frábær leikmaður, ég meina, ég held að vilja allir sjá hans. Já. Be right, já. Það eru auðlýsingarlí Við þurfum öllstutt auðlýsingarlí Það eru hydration break og en þetta er bara skemmtilegt og ég er mjög sáttur með liðu og þegar sjáum við og horfum aðeins á bekkin hjá Hull þá eru þetta fyrirum leikmaður Manchester United Paddy McNair á bekknum það var gaman að fá hann inn á rosalega sjá þarna fyrir neðan nummer 17 þetta United góðsök gerði garði frægan á móti Arsenal gerum árið með Louis van Gaal sem stjóra Ég held að Man United hafi gert stór mistök að ráða Carrick og ég held að vera vombriða tímabil en ég held að vinna í dag örugt Já, þetta þið gerir nú ekki einustu mistök með að Carrick Ég held að þetta verður algjör klúður þetta tímabil Það er eitt samt sem er svolítið erfitt það er að þetta er nýlega og útivilli í fyrsta leik Já. Það er eigur alveg bara
þungan svolítið mikið á Já, en ég meina hvað Tílemans búin að spila 400 leiki í þessari deild Já, þetta er ekki sjokki sko. Nei, þeir eru bara að fara að vera með possession á tíman og stýra þessu Sjá hérna Búlisar Bendogögn Manchester United hefur aldrei tapað að móti hérna liði sem eru að koma upp í opnunarleik Vá, það er enda rosalegt fyrir þá sem vita eitthvað fótbolta og vilja græða smá þá er 4,5 Olli litli McBurney skori ætli það sé ekki gefin stælu heimaleikur í fyrstu umferð Já, ég hérna Olli McBurney frábær, ég menna var hann ekki að spila eitthvað Las Palmas eða Mallorca eða eitthvað Ég er með hann í Hann var hjá mig fyrra Ég er með hann í fantasy-liðinu mínu ekki fantasy-liði draftinu En svo var hann hjá þeim í hitti fyrir hann Las Palmas eða eitthvað sko Ég er að segja skilur það er svona 10% líkur að Olli McBurney skori það Já, hann tekur því Hann tekur því Skoraði frændar hjá Olli McBurney yfir 5 mörk í vetur Nei, ég held, McBurney skorar yfir 5 mörk í vetur Ég get alveg lofað því Ég veit það ekki sko Heldur hann rusl ekki 5 mörkum? Jú, kannski Ég hef enga trú á þessu manni Svo er ég hérna 10 stig Já, þið gerir það Það fara eitthvað 15 stig Þeir taka Ipswich innbyrðis í báðu leikjunum eitthvað svoleið sko og okkur 6 stig þar Sko, ok, þannig að nafli ég þarf að fá hjá þér, hvernig fyrir þessi leikur? 0-3 Manchester United 0-3 Manchester United Sindri, Bjartsýn Já, ég held að United vinna hann leik örgulega Já, ég held að fara 1-2 Ég held að fáum 2-0 United og svo 1 mark frá Hull og Stúka Rokkar Ef að fara í Hjamman ef að kíkja þess á Hjamman Hvað ætlaði þú að snúa? Já, ég ætla að vera fyrstu til að snúa Já, Hjammin naflið þú finnur Hjamman Ég ætla að fara í hann er þarna hann er kannski ekki komin inn eða hvað Þú átt eftir að snúa Ertu með hann? Þeir eru fram að þig? Nei, býtu Það er mikið álag og öllum núna Pleysan Já Þau ekki að vita hver í honum Já, sko, Strákar Ég er með Nottingham Forest Leeds bæðileg skora Já Það er það sem ég er með Það er náttúrulega ekki hægt að hafa mennir sem að gera Hjamman sem eru ekki mættir Nei, það er náttúrulega agalegt sko Það er eins og það er Þetta er mitt pick, ég held að bæðileg skora Mætingur er skráð núna í vetur Svo fór foreldrar eitthvað sent mætingar hverju mánu Það voru foreldrar fundur Ég mæti hann 38 sinnum Hvað erst þú með nafli? Ég átti ekki að vera í Hjammanum Þetta var Keli og Þetta er nefnilega svona ekki alveg nógu gott hjá þeim sko Varst ekki með United -1? Það var eitthvað með það Nei, það var eitthvað annað Hvernig Ég held að þið væri með Hjammanstrákar en það er eins og það er Hjá mér, ertu ekki þáttastjórnandi? Jú, ég held bara að þeir væri með hann Væri bara með hann á skjá hérna sko Ég þurfti hann ekki að fara að þylja hann allan upp hérna eins og okkur kján Við verðum auðvitað vikina þetta Jæja, erðu, býtu Eins og alveg þáttastjórnandi þá er myndstjórn hent fyrir rútina Já, það er klassískt Það er að passa sig á því Ég skal renna þessi við kommentinu með hann Já, gerðu það Það er Liverpool, hann er með Liverpool í Hjamman hann hérna Bolli Hann er með Liverpool streitwin í hann Bolli Það er frumlegt og Síðan er einnig þetta Tílemans 2+ shot on goal 6 takk, epic Það er þetta 38 umferðir, sjátt þetta þá talandi fantasy, þá er skemmtilegt fantasy hlaðvarp það sem heitir 38 umferðir og þar fara þeir yfir fantasyð og eru sko alls fróður þetta svona, þetta er ekki að setja sér svona börnin að stætta pónsu þetta er svona arleðin þetta er svona þetta hásettin í þessu Það er verið að vinna í þessu, ég skilst að það er verið að vinna í þessu þannig að við eigum að bíða aðeins það er sem sagt verið að setja hann inn og fleira þannig að við skulum bíða aðeins við skulum fara í Nottingham Forest Leeds annar bólaleikur, þetta er alvöru þetta er alvöru, þannig eru bólanir mættir sko, 1 með Leeds hana frábært tímabilið fyrra hafa ekki veikt sig hafa styrkt sig, vil ég meina þeir eru komið Trafford í markið svakalit sæning ég held þessi ég menna að tala að Mækari sagði í gær á hann á fótbolt.net upp á komu þá sagði hann að Leedsarnir myndu falla þeir eru aldrei að fara að falla Nei, ég ætla að fá að vera ósammála því að Leedsarnir falla hjóliði fyrir hversu mikið bústaðu seðillin verður við erum bara svo það sé á hreinu Sindri, þessi leikur Nottingham Forest Leeds ég held að þetta sé bara óverð hann sko bara yfir 2,5 ekki svo leis ég held að það bara fara 2-1 í aðra áttina maður veit þú að lítið Nottingham Forest eins og staðan er
með Glasner þjálfa sem að mögulega vannmetið þjálfari en mörgum finnst hann og meðan mér bara smá lúði eftir hvernig hann gerði þetta á Crystal Palace alltaf hóta hætta og eitthvað ég veit það ekki, ég hef góða tilfinningu fyrir Leeds og ég hef góða tilfinningu fyrir mörgum ég held að vera bara eitthvað veistla 1-1, 2-2 2-1 í aðra áttina en þetta mjög erfiður leikur ég ætla bara að segja að Leeds vinnur þetta 3-23 og Leeds ég tæki þetta ég var með bæðileg skora á 1,83 það er fínt það er mjög góð ávistun á þetta ég var með bæðileg skora nei á einu seli Ég tók þetta seðilinn sem bara fyrir þá sem að hlusta bara geta pikkað þetta upp tók seðilinn sem sló hvað mest gegn í fyrra bara já og bæðileg skora í öllum 2 leikjunum og síðan 16-30 leikjunum það er eitthvað tæpur 8-7 eða eitthvað stöðul og það mæli með en ekki komandi mín eftir á með þetta en talandi þennan leik, það er auðvitað líka bara þeir hafa, eins og þú sagðir, ég er mjög ánægð með hvað Leeds hefur gert á markaðinum þeir auðvitað fengu Trafford sem eru bara mjög spenntir að sjá að spila reglulega fótbolta í markinu síðan eru við með Hermovic í varnamann keypti hann frá Sassuolo góður miðvörður og síðan fengur Harry Wilson frá Fulham fyrir ekki free transfers sem áttu gott tímabil fyrir bara væntanlega bara byrja leikinn og er bara góð og verður þarna á kantinum heimskulega sem ég veit að Leeds falli það er bara hluss ekki bara bjóða mæk aftur takk segja menn þú ert svolítið að selja mér hjá mig að Leeds vinni þetta ég held að, Sindri út ekki sammála þessu jú, þannig sé, ég held að það verður bara mörkana ég held að það verður bara hörkuleikur sko herðu, Hjammin er sem sagt, og ég ætla að snúa núna hann er sem sagt bæðileg skora Nottingham Forest Leeds, Sindri það er Liverpool sigur straight yfir 2,5 mörk hjá Brentford og Tottenham 6,04 núna og við snúum skiljið hvað við? Já. Birkir, þú ert með yfir 2,25 manna en já er þið tilbúinir? Hjammi fyrsta skipti á seasoninu Altu, yes! 25% þetta var geðveikt 25% búst á Hjamman við tökum því bústi það er rosalegt vantar Liverpool 3 sett segja menn það verður Liverpool 3 hérna þetta verður Liverpool bangsi hérna það er engin skilin eftir allir með þetta var rosalega 25% hann snar lukkar séðan ekki klika Elvarsson 100 € á þig Elvarsson, þú sendur á Epic á Instagram 100 € á þig er Tílimanns ofvendasta leikmaður Evrópu eru fréttamenn að fara með þvælu nei, hann er ekki ofvendasta leikmaður Evrópu hann er frábær leikmaður og stýrir tempóin í leikjum getur hægt á leikjum, getur hraðað upp leikjum haldi boltanum, unni boltan skotið að marki, hann er frábær mikla reynslu líka takk og það setjum bara punktu eftir þessu og þá þessari umræðu þetta þurfti nafnlega að heyra og þá er þessari umræðu bara formulega lokið og við getum einbytt okkur að eitthvað öðru Brentford Tottenham strákar það er stórleikurinn skilin eftir til 16:30 svo sem flestir sjá hvernig líður bara með það þú veist þessi gluggi, þessi rosaleg gluggi sem Tottenham er búið að eiga og er bara hvergi næri hættir Savinho komin yfir línuna og síðan Omar Mamous bara næstur og bara hversu spenntur ertu getur sett einhvern veginn að bara að sjá liðið ég er fáránlega spenntur ég er svona alveg smá áhugjur að við byrjum illa að liðið höndlið ekki en ég er sko spenntur yfir að þú sé spenntur þú veist, mér langar þú sé spenntur heldur þess að ég var að taka svona káardæmi 10. sæti og svo bara annarsæti, þú veist það væri náttúrulega rosalega ef að Tottenham myndi endi 17. sæti 3. ári í röð það er einhvern veginn það væri saga til næsta bæjar þessa klippu sko ég var ekki að segja að það var að fara að gerast ég var bara að segja að það væri rosalega 3. ári í röð myndi gerast en meina listin af leikmönnum er rosalegur sko, já, en málið það er eitt í þessu sko ég vil meina að við sem að kaupa fyrir næsta sísón fyrir næsta sísón við erum að kaupa fyrir sísónin sem þú ert í hverju sinni við erum að spila ykkur á 38 þetta er sísón núna án Evrópu þetta er sísón bara þar sem við erum bara að fara að slípa liðið inn í róleitunum menna á viku á milli það er verið að keyra inn kerfi það er verið að búa til
lið fyrir tímabili 2027-28 og hvað bara halda ykkur á tónleika hann á vellinum og náðu smá tekjur fyrir mennina Myndu spila reglulega í karti 7 NFL leikir á seasoninu Nei, ég meina hjá mig, hvað það tala um? Þetta ætti að vera hérna frekar Við erum rólegir, tökum 4. og 5. sæti núna og svo tökum við þetta Já, mér hætti þessu rugli, það er endalaus pressa á Tottenham núna með 1 leik í viku, búin að vesla eins og ég veit ekki hvað 100 € á Jón Skarp sögur segja að hjá mig ætla að hlaupa 43 km í maraþoninu en svo að kallaði bara að vinna Já, þú þurftur að hætta við Ég er samt að segja við ykkur, þið viti hvað ég á við Það er verið að byggja upp rólegatum Nei, ég er bara að þvæla og svo ég veit ekki En hvernig fer þessi leikur hjá mig? Þessi leikur fer 2-0 Tottenham Hotspur Ég held að sé rosalegt valjú í því að fara á Tottenham í þessu leik bara á jafnvel á okkar forgjóra mínus 1,5 er bara eitthvað stölun 7 eða eitthvað Sko það er eitt með þetta ef að menn er í stuði fyrir eitthvað eitthvað svona brjálaði en við förum einmitt ef að sína ykkur aðeins einn hérna sem heitir Hjamigós Loco, er það ekki rétt hjá mér? eða hvað? Má ég ekki spá í leikin ára? Mínus 1,5 er á 7,1 Þú veitum að þú spá Hvað er með spána? Þína spá? Ég er Tottenham á því mér ekki vinna fyrsta leikin Nei, ok, ef ég tek að mér einhver teka að mér og einhvern veginn svona zooma þessu út og teka að mér allt svona þú veist, einhverjum þú veist að þú setur og skiptir engum alveg, zooma þessu út og einhvern veginn svona hugsa þetta bara út frá faglegu nótunum, þá finnst mér einhvern veginn öll pressan út á Tottenham í þessu leik, en Brentford á heimavelli með Thiago sem mun halda upptegnum hætti frá síðasta tímabili Brentford er að vinna það var frábæra HM Nei en bara, það er eitthvað sem segir mér að á heimaölli þú veist, þeir eru bara með flott lið á ég að vera með gulspjöld í þættinu og þá get ég, herru, ég er með gulspjöldina á ég að vera með gulspjöldina, ég get gefið gula ef þú fær 5 gula, fær ekki að mæta en ef að spáum mín rætist, þá lítur þú fyrir að taka gulspjöldina tilbaka hvað meinar þú? Ég held bara fyrir hjama við höfum bara að fara all in á Tottenham og núna erum við að horfa á Tottenham vinnur og bæði skora 5,6 Ég ætla ekki að tapa ykkur pening fyrir hjama sko. Takk Nei, ég menna getur við fengið að sjá verða að vera bjartsinni fyrir hjama í fyrstu umferð getur við fengið að sjá mínus 1,5 Tottenham bara stakt út ég er með á einum Crazy El Loco heitir hann sem við ætlum alltaf að vera með í hvernig þætti El Loco og hvað erum við hérna einus 1,5 7 Nákvæmlega, bara 2-0 sigur Tottenham 3-1 sigur, 7 stuður Já, ég er þetta sko nú er Grassi eitthvað glemt sér sko hann er slegið óvart við littlust á liklaborðinu 7,5 Er það sem það að höfustöðunar þær eru ruggandi Það logar allt Ætlar að revíla þennan logo-seðil Sínum er logo-seðilinn sem er takmark Er hann takmarkaður? Nei, herru Talandum mistök Ok Síndan Það er Newcastle Liverpool jafntefli Manchester City Bournemouth Holland skora 2 mörk eða meira anytime Já, þetta er frá mér, þetta er byggið mitt Tottenham, mínus 1,5 132 Ég er þetta Já, þú veist, þó ég spáði Brentford sér og allt það þá er ég þetta búin að onna þennan seðil þannig að ég held með því að Tottenham vinni Já, við líkjum verður ekki sá, byrju hvað leikur er hann að fyrstur Nei, hann er á morgun, Newcastle Liverpool Það er því líka skemmtilegt ef að fyrstu 2 Já Nei, þetta er sko er það ekki síðastur? Hvað leikur síðastur á þessu? Það er Liverpool Já, skemmtilegt að hitt að vera komið Já Þá fyrir nú saman og horfum átta hjá einu Blöndal á fossinu Holland skora alltaf í fyrstu umferð og jafnvel 2 sko Nær Kulusevski einu leik á tímabilinu ég hef bara hrættur ekki, nei, því miður ég held að þetta sé bara búið Já, þetta er það sem ég var að tala um Brentford setti 7 mörk á Frankfurt í síðasta leik við erum faglegir, það er enda mjög góða punktur frábærir Kjærleiskærur Borgarnesi segir Ólafur Fjellsteð Já, Fjellsteð og okkar maður og við sendum 100 € til að styrkja Borgnesíka 100 € Ólafur Fjellsteð til í það sem alltaf sé stóra hlutur núna í vetur Já, en sérðu þennan segir, þetta er það sem ég var að tala um bara einfaldur, bæðileg skora öllum 2 leikjunum Hvað segir þetta? Þetta var að taka bara einhverja sér seðla Við bæðileg skora já, bæðileg skora já ok 8-7 Hvað er hann bara ok Vel gert Þetta er fínt seðil, ég elska þetta Þú varst náttúrulega með þetta svolítið á laugardöfum síðast að það var í skorað í öllum leikjum laugardagsins Ég segja sko rosalega gaman Ég segja hreinalagi sé deyjandi stétt Já, það er svolítið Þú þekkir það nú Nei, ég tölur að skipta rúmunum Þú fyrir ekki á fóldriðunum Nei, ég flyttur út Hann er fluttur og með sinni eigin íbúð
Brighton, Aston Villa, það fyrsti leikur á sunnudaginn klukkan 1. Svo sem á sama tíma á City Bournemouth. Já, en við ætlum samt að fara í Brighton, Aston Villa. Þetta er ekki fyrsti leikur á lögðu. Já. Þetta er sama tíma. Hann aðeins að vakna þennan. Já, þú veit alveg að sakna þess að vera þetta. Hörðu, verður þetta Tottenham tímabilið í fyrra hjá Liverpool í ár? Vá. Það undar ágætis, heldur að Liverpool verið vandræðum? Nei, Liverpool aldrei, nei. En Brighton, Aston Villa, sko, ég var að tala við 38 umferðir í gær. Þú vitið hvað það er? Podcastið? Já, ég var að gefa hann sjátt á dán. Já, hann ekkert alltaf að hlusta það. Nei. Frábæra og þeir eru með núna komin, við förum aðeins yfir það eftir lok þáttar. Þeir eru konið með, þá getur bettað á fantasy. Já, er ekki head to head á leikmenn, hver fær fleiri stig. Það er skemmtilegt. Og ég er að reyna að semja við Grassa að fá okkar deild að við getum bettað á leikin okkar. Já. Ég er að reyna að fá það í gegn. Ég veit ekki hvernig það verður, þannig að það verður allir hérna í ykkur og svoleiðis. Ég skal ekki alltaf slíta handleikin á Grassa þegar réttið er litla vingur. Nei. Grassi líka nóg að gera í honum. Sjáum hvað setur. En þetta verður mjög skemmtilegt. Byrju, þarna kemur eitthvað, fær maður ekki ammo á United -1 Nottingham Forest, Everton, þetta er alveg þvílið langt, sko, stuður 334,97. Yfir brot, yfir 20 brot. Ég ætla nú bara að henda 100 eurur á þennan mann. Já, bara Sindra 5076. Þetta er nafnum Sindri Snær? Já. Sendu það. Það verður við að fá hann líka til að setja á, við erum að gefa hann til að fara onna á hann að segja leiki. En þið veit að ég er sko elsti Sindri Snær á Íslandi. Er það svoleiðis? Já. Þá þú byrjar þetta trend. Basically, já. Brighton, Aston Villa, Sindri. Yngsti. Sko, mér veist yngsti. Yngsti? Elsti. Snær. Elsti, fyrir ekki. Já, elsti. Hvað er að gerast þetta? Sá fyrsti, elsti. Elsti og virtasti Sindri Snær. Ég er ekki bara mörk þarna. Ég er ekki alveg átt að maður okkur Aston Villa setti sem eitthvað svona mikla underdogs þarna. Sko, það er líka bara, ég held að það er erfitt að lesa í þetta Aston Villa lið. Það er frábær stjóri, hann er ekkert að fara að leggast niður. Ég veit að það er eftir að lesa í það og Morgan Rodgers er farin, en þú veist, þetta er aldrei að fara að tapa þessu leik. Sko, hérna bara 38 fyrir, ég var að segja það, þeir töluðum og segjaðum þetta að sko Brighton hefur með sterkt lið á móti Tromsø, gera 0-0 í jafntefli. Já, þetta er Tromsø. Í Evrópu. Já. Þannig að þetta er svona alveg, er Brighton, er það vonbriði núna þessa tíðanbils? Iceland er fljóð til Tromsø, beint. Ok, takk fyrir þetta. Já. Þrýjum okkur þangað. Við viljum skell í hjammaferð. Já, það er þetta að vera gaman. Til Tromsø. Er Garnaccio projektaður í sem strækir Aston Villa? Ég veist að ég horfi aldrei á þetta projektið. Nei. En Garnaccio, einhvern veginn byrjar hann alltaf vel það sem hann mætir. Svo fer hann svolítið að kveiki öllu. Þannig ég get alveg sé Garnaccio skori í svo leik. En sko horfandi á þetta núna, þessi predicted lineups, þetta er bara glatað á báða vegu. Þetta er bara lélegt. Reyndar sko ég með Hinselwood held ég í fantasíliðinu mínu. Já, þú er aldrei getað þetta í fantasy hvað sem er. K.O. Þetta verður svakar Þau verður skráð þetta sem burn. Skráð niður burn. En ég meina, þú veist, já, guld. Ég meina ég verið að ytta á alla að ganga. Ég held að við væri að fara að halda spjöldunum í vasanum. En svona ángríns, ég veit ekkert þessi leikur fer, en er þetta ekki bara bæðið skora? Jú. Ég meina, hvernig heldur þessi leikur fari? Það er gjörsalega vonlist að gíska á það. Allir sé ekki sá leikur sem hvað erfiðast að lesa í þessar umferð. Ég sá einhversi setti þetta er ekta 0-0 leikur. Mér stæla bara að geta alveg. Nei. Ég held að þetta sé fyrir eitthvað 2-2 eða eitthvað. Já, ok. Wow, hann er komin. Hjá minn, Superboost, 25%. Hann er að hverfa hjá minn. Hann er að rjúka út. Og við missum á honum eins og alltaf. Já, við missum á honum, ég er ekki með síma minn. Já, ég er með tölvunæðin uppi, ég ætla bara ekki að missa hann. Þetta er magnað. Maður missi alltaf hjá honum. Við erum svolítið á því að þetta er svona leikur sem er bara vonlaus. Já, ég minna, við getum svo sem alveg ískað á þetta. Ég ætla að segja þetta eru tvö lið sem verða í 8., 9., 10., 11. sæti, þú veist, að mínum mati, sko. 1-1. Ég ætla að segja 3-2 Brighton. Vá. Ok, rosalegt. Bæli skora 1.63, ég myndi bara setja það eitthvað að segla, sko. City Bournemouth, þetta er leikurinn sem að, verða helviti margir með augun á þessu leik. Já, þessi byrjar á sama tíma og hinn leikurinn. Sko, ég var að tala við þig held ég nafli núna í vikunni, vorum að spjalla um hennar leik. Já. Og þetta Bournemouth, City Bournemouth
þeir hafa ekkert verið að falla eitthvað endilega, þú veist, þeir hafa alveg unnið á, þeir unnið á 2024, svona 2-1 leik. Já. Þannig að þú sé gerir jafntefli á síðasta leik 9. maí hérna, sé ég hérna, 1-1. Þannig að hérna, þetta ekkert eitthvað lið sem að sitt í valtar yfir. Nei. Og nýr þjálfari á Bournemouth? Já, nýr þjálfari á Bournemouth, síðan bara sáum við líka sko, en málega líka hérna, já, Marco Rose er þetta þjálfari á Bournemouth og sáum hérna, sem ég ætla að segja, sáum þetta sitt í núna bara í góðgerðaskildinum. Þú veist, auðvitað Arsenal, það fóru vel að staða í gær og þetta, neða, skilur þú veist, en hvað sem nú verður með það, þú og Marco Rose tekið við og auðvitað, þú veist, ég og Keli tölum eins og þetta væri skallabaráttan, þú veist, þessi þjálfara minn, en hvað er það? Það held ég að Holland sé að fara að skora 2+ mörk í þessu leik og City er að fara að vinna þetta. Það skallóttir. Já. City vinnur þetta. Sýndir þetta einfalt. Ég held að já, ég held að City vinna leik. Þetta er náttúrulega rosalega flott mannalið hjá Bournemouth, sérstaklega fram á við, en maður svona, þú veist, sér ekki alveg hver á að stýra leiknum, þú veist, hann hérna, hvað er hann, Adam Scott? Jú, hann er frábær. Hann er frábær, hann á svolítið að stýra tempónu, rosalega spræki spilarar svo fram á við, þannig að 4 frammi, Evanilson, Kluivert, Ryan, Tavernier, en ég held að City bara verður bara með boltan, þetta verður svipar, ekki svipar leikur og horfið Arsenal gær, en City mun vera bara stimpla þá, skilur, þeir munu liggja á þeim. Bournemouth er búin að fá 5 mörk á sig í 3 æfingarleiki núna, það var notið St. Pauli, Real Betis og Mainz. Og þetta munar það að Kroppi sé lengi frá. Já, heldur betur. Fæjapáriði þarna frammi, það eru svolítið farið og ég meina þeir voru frábæri, 7. sæti á síðast tímabili. Já. Frábærir. Ég held bara því mér að Bournemouth verið vesenast tímabili. Það geta alveg verið. Það geta alveg verið. Og mótið, þá segja að menna það séum við frábæra þjálfara. Vesen ekki vesen, ég meina, þú veist, þeir verið 12. sæti, 10. sæti, þú veist. Ekki niðar? Ég held ekki. Nei. Það er frábært lið. Förum í Newcastle, Liverpool, Sindri. Menn eru svolítið hræddir í Liverpool núna. Ég hef heyrt þetta líka. Það er einhverjir sem ekki náðu að sofa vel núna. Það er einhver titrugur í mönnum og hérna sko ég var með frændum mínum, miklum púlurum og það var orða núna þegar þeir eru að kaupa hann hérna frá Brighton, hann hérna Minte. En það staðfest? Nei, það var einhver orðumur og hann var að skoða þetta og var í matabóða 5. daginn og hann var bara svona, hvað erum við að gera? Minte er alveg fínn leikmaður en á Liverpool ekki að vera bara all out í Barcola. Jú, þeir eru það. Ég held að sé að vinna baka tjöldin alveg að fullu í því, en þeir tóku sérstaklega fram að þetta átti ekki að dragast á langin og verða eitthvað svona að það er Barcola saga, en það er að verða það. Ég held að munu komið sér við línu í lokin og það er alltaf nýtt eignarhald líka í Liverpool, komin hérna Jeff Bezos og félagar inn með 30%. Ég er að komin? Já, og munu kaupa stærri hlut, sko. Þannig að hérna, þeir ætla sér að gera þetta bara að einhverju rísa veldi, þú veist, stærra en það hefur nokkuð tíma verið. Þannig að hérna, og Iraola frábær þjálfari, miklu meira intensity heldur að slotta með. Hann var bara einhverju joggi, sko. Þannig að hérna, ég hef engar ágjur að Liverpool, en við þurfum leikmenn, það er alveg rétt, og þetta er, þú veist, þetta er bara þannig barátta að þú ert komin hana upp, það er svo lítið, þú veist, að komast í að vera lítið lið, að komast í þetta, skilur. Já, ég er einhvern veginn bara með fast í hausnum að þetta verið tímabilans virts. Mér finnst þannig að fatta þetta í lokin í fyrra. Hann verður mjög góður. Síðustu. Er hann búin að vera eitthvað í gyminu? Ég held að hann bara að fatta þetta. Hann er búin að bæta á svo 5-6 kílum bara vöðum. Leiknismenn sjátt á ykkur, þeir eru á leiðinni að keppa núna fyrir vestan, held ég. Já, við leiðum vestur. Leiknir Reykjavík. Já, Konganir, okkar menn, þeir horfa alltaf. Já, ég er ánægð með það. Alltaf mættir á hjamman. Toppmenn. Fyrstu, Nafli, sér þetta? Já. Liverpool er, Liverpool síðustu 9 leiki, það var ekki tapa á St. James Park. Þeir eru ekki að tapa. 6 eru 3 jafntefli og í opnunarleik eru taplausir í 13 tímabil í röð. Sko, Liverpool er bara að fara að vinna leik, það er bara klárt. Þá segir gáðan að segja þetta, þá styttist í fyrsta. Já. En þeir sjá líka þarna efsta, Gimares, Gordon, Tonali, allir farnir. Skilur, þeir verða alveg smá lemstraðir hérna. Aftur nýr þjálfari. Newcastle og nýr þjálfari, mikið nýr þjálfari. Líka nýr þjálfari Liverpool. En síðan hérna var eitt gott komment hérna, það bara komið hérna að það eru bara komið það ofalega að hérna, ég ætla að taka þetta, ég sé ekki hver á áttið en hvort er öddi með þinnra hár eða hópurinn hjá Liverpool. Jesus, við góður. Hópurinn hjá Liverpool er mjög þunnur. Þú var að passa þig, Naflið, þú var að passa þig, sko. Nei, þetta er komment. Þú ert á gulu. Nei, þetta er komment, það er ekki, ég er bara að lesa þessi stendur hérna.
Já, Það er ekki verið að skamma útastölu rás 1 fyrir að lesa jólakvöður. Já, en ég var bara að segja þessu Liverpool stundismæður, ég var svektur að sjá Curtis Jones fara og bara síðasti skásarinn farinn, þetta í fyrsta skipti bara held ég sögu Liverpool sem engin uppalinn leikmaður í leikmannahófnum. En þessi Jacquet síðan segir, þessi frábær svo til að gæta að jafnréttis, þá segir einhver hérna vilsingur, þið núkastölu með þinnri hópaldur en hárið á naflans, þetta er greinlega eitthvað trending. Þessi brandari, Linur Orri með þennan. Já, þessi góður, henni líka Hjammi var líka að vinna fullu í Jennifer Lopez á sinni tíma, það var bara engin áhugi, sama sagði á Barcola. Gabriel Pétursson. Að þessum leik, þá held ég að þetta fari í jafntefli. Ég segi they're back. Ég segi kommentakerfi they're back. Soboslai og Van Dijk og Alisson geta lappin og hann að völl til að fara að tapa eitthvað mútið Newcastle, skilur. Nei. Liverpool vinnur bara hann leik. Jú. 1-2, 2-0. Já, 1-2. Ég ætla að segja 2-2. Ok, já. Ég ætla að segja Liverpool vinna. Ég held það bara. Klárt. Ég held ég að spáði eitthvað 1-3 eða eitthvað. Ég meina, við erum með í logos í hjammanum. Þetta fari jafntefli. Við vonum það. Fyrir hjamman. Þeir logos. Naflinu á hálum ís, segja menn hérna, raut á nafla. Já, það er oft þannig. Það er engin það er að skjóta messengeri núna. Það er engin haustbræður á chattinu. Það er engin haustbræður á chattinu. Það er raukt í fyrsta þætti. Það er loka leikur. Einu maður sem, einn af tveimur sérfræðingur sem nætti að mæta. Já, og með heimavinnu. Hann er með... Hann er ótrúlegur. Ég hef sagt það enn aftur, ég hef sagt það oft áður. Hann er alltaf undirbúinn. Hvert sem hann kemur. Kvennakarfan, hjammi.net, bara þú veist baseball og hittir hann að tala baseball hann veit það. Það er bara dagstar okkar, nú Talvanja Búlisar og batteríslaus en þú ert þú líka bara ferð ekki meira hross nú er komið nóg það er verið að koma skildunum frá nú eru 37 Þetta er Grótta treyjan sem var gerð fyrir mig sem sagt við þarna treyja úti ég var varafyrirliði Gróttu 97 og bjögguðu til þessa treyju fyrir mig. Þetta er sem sagt Grótta 97 Varafyrirliði þegar ég var þar. Hver var fyrirliði? Steini Boga. Já, fárlega góður. Hvort er skemmtilegast almyrkun á Íslandi eða karrickból? Karrickból, þetta er öruglar. Ég nefndi ekki svona bara úti innan almyrka. Ég satt bara að horfa sem Mourinho þættina. Þetta var í gangi. Fulham Chelsea, Sindri. Já, Chelsea. Þetta er rosalega leikur. Ég veit það. Já, London, slagurinn. Sko, Chelsea er algjör jóker í þessar deild. Ég meina, mætti með Xabi Alonso við fullt af leikmönnum. Ég held að getur verið trilltir, sko. Ég held að getur verið ógeðslega góðir. Stemmingi sem hann náði að gera hjá Leverkusen var rosalega. Svo reyndar að gera eitthvað með Já, ég veit að einhverja prímadonnur hérna Real Madrid, þeir skilta ekkert hvað var að gera. Hann lenti við Real Madrid. En þannig er meiri möguleiki. Já, sko, það er enda verið að projekta einhverju skrýtnu liðana. Herra, og enn eitt nýju þjálfarannir. Já, nákvæmlega. Já, alveg. Arbeloa mættur. Alvaro Arbeloa og þetta tekur Gonzalo Garcia frá Real sem verður spennandi að sjá hvernig hann fittar inn í ennsku úrvalsdeildina. En ég held að Chelsea nú taki hennar leik, sjá Pedro heldur upptöngum hætti, skorar og Chelsea bara vinnu þennan leik. Xabi Alonso mæti með eitthvað alveg óra þarna. Alveg klókindi. Er Chelsea núna með bestu miðjuna í deildinni? Caicedo, Enzo, Palmer, Rodgers. Er þetta besta miðjan í deildinni? Þeir eru með frábæra miðvörð, loksins Lacroix. Þetta er alltaf... Þessi gæjarna, Achipong, Hato, Badiashile, hvað heitir þessi gæjar? Frumskóður. Já, ég veit það. Ég bara get ekki farið í þetta. Og hérna Colville og þú veist, þeir voru með eitthvað 7 hafsenda. Hvað kallir þið krakkenda? Rapid wall eða eitthvað? Maður get ekki farið í þetta á rapid wall. Ég veit ekki. Rapid hole. Rapid hole. Rapid vegurinn. Þannig að vonandi náði núna að líma saman einhverja vörn og vera með eitthvað stability þar. En náttúrulega Kukureya farinn, þannig að maður veit ekki alveg hver á að fara upp og niður kantinn. Það er auðvitað þvílíkur missir af honum. Já, Gusto náttúrulega verður væntanlega hana, ég veit það ekki. Já. Hilsanir spyrir mitt mun Chelsea hópurinn ná sér aftur eftir að mist Garnacho. Já, ég held að sé bara jákvæðast að í þessu. En jú, þeir muni gera það og djúðlir eru fegnir að losna við hann. Jésús. En eru aðeins 2 af síðustu 8 þjálfurum Chelsea hafa unnið fyrsta leikinn sem stjóri félagsins. Er þið bara að horfa á þess að Mourinho þætti á Netflix? Ég er búin að sjá. Sáu þið þegar fyrsta sísoni, fyrsti leikur um Eiður skorar. Þú veist.
maður var bara ekki þetta að vera eitthvað minnistætt mark, þetta var ekki að geða mark, en einhver ástæð, þá man ég alltaf eftir þessu helgismark. Það líka þetta mjög oft spilað í einhverjum svona highlight-stótu. Það segir líka hérna lýsandinn, one of the old players scores eitthvað, af því að þú veist, það kipti svo marga, þetta gömlu treyði þetta skilur. Já, það alveg rétt og maður saknaði eiginlega í sko Mourinho þóttunum byrjuðu bara að hafa ekki eið bara í sko einhverju hérna viðmælanda sem einhvern viðmælanda. Ég fór á hótel í Lyon í Fraklandi, eitthvað random hótel, vorum að gista þar inn á nótt eitthvað með fjölskylduna, þurfum að stoppa við í Lyon, förum hann inn, förum á hóteli, það var skjár, það var Hasselbank í einhverju auðlýsingu á hótelinu, bara svona skjáauðlýsingu sem er á hótelinu og er að tala eitthvað og þá var hann að ringi eið í auðlýsingu. Já, bara já. Það vonandi að Eiður hafi fengið eitthvað miss úr þeirri auðlýsingu. Ég hugsaði að ég vona hann hafi fengið greitt. Já, ég er að segja það. Sko, ég held að Chelsea vinna hann leik. Já, við erum að vera sammála því. Ég sé fyrir mér ég tek eitthvað bildir Chelsea vinnur og sjá Petru skorar eða eitthvað svona. Sko ég er að hugsa að setja 100 € Chelsea vinni deildina, segir einn en það komin 10 ár síðan þeir tóku deildina, segir Daniel Hver bara stuðullin á það að Chelsea vinni deildina? Daniel 105. Þú veist, það sjáum bara ádræts. Sjáum ádræts, menn að við erum í fyrsta þætti hérna. Já. Ég held að Chelsea vinna leik líka. Hvað segja bookies í ádræts? Þetta er Arsenal eru þetta síður stránglegastir, bara allir sammála. Já, Tottenham í 30. Og við erum með Þetta er ekki tímabili núna, þetta er næst tímabili. Sem fáraleg hugsun að því þú ert að spila einn leik í viku, þá ætti þetta að vera tímabili núna. Ég er svolítið að vona að þetta verði eitthvað svona 5-6 lið bara í baráttu fram í lokin. Það væri ótrúlega gaman, þetta er yfirleitt bara 2 lið. Þetta er enska deildin, hún hefur aldrei verið eins sterk og ekki setja peningin á Tottenham, þið eru það undirbúið fyrir næsta tíma. Enska úrvalsdeildin, aldrei verið sterkar en akkurat núna. Já, þeir þjálfuðu báðir Real á síðust tímabili, Arbeloa og Xabi Alonso. Magnað. Þetta er magnað samt þessi þjálfaraskipti í ensku úrvalsdeildinni, geggjuð. Já, Carrick er bara með langlífari mönnum hann. Ég held að Chelsea get ekki unni deildina með Robert Sanchez í marki. Það fengju bara eins og voru með hann að Courtois eða eitthvað. Það fengju rosalega markmann. Sko, strákar, þá erum við tæmdir í dag og við erum að fara í Doxon. Já, minna alla á Doxon. Er hjammin uppseldur eða? Já, kíka hjá mann áður förum. Við langar að gera eitt og við tölum aðan. Við ætlum að fara aðeins í fantasy örstutt áður förum. Hjammin er, hvað er mér að gera til? Nei, það er að refresha þetta. 58, það verður uppseldir hérna bara þegar við förum. Hörruðu, eitt hérna, langar að gera eitt og það er að fara hérna í 30, þeir eru með hérna, ég veit ekki hvort, kunnið að finna þetta strákar? 38 fyrir, þetta þeir eru með skoðum specialina. Mér finnst það skemmtilegt. Þannig ertu með sko Morgan Gibbs White get Dominic Calvert-Lewis og Morgan Gibbs White verið stiga herri, þetta er ekki rétt hjá mér. Ndai á móti Sarr, Ndai stiga herri. Thiago Richarlison, Thiago stiga herri. Sammála því. Og PS All Picks need to win, no draws. Já, ok. Þetta er alveg áhugavert. Já, ég bara hrifnast það er líka bara skemmtilegt þegar Ómar sé ekki með þessa leikmenn í sínu liði. Þá gefur þetta auka búst á það að fylgjast með þeim. Geggjað, strákar, frábært að hafa ykkur. Næsti laugardagur þá voru að fara í baráttunum brauðið, það voru fantasy og fullt af nýjum hlutum og við ætlum að gefa lokaöðrunar strákar. Er það með eitthvað Sindri, vilt þú velja eitthvað þarna í lokin? Ég þið báðir, við viljum sé hvoran. Við viljum sé hvoran. Enska úrvalsdeildin móta veðmál. Já. Ég myndi segja, Sindri, sérðu eitthvað þarna? Ég kom með helst eitthvað sem ekki fengið Ágúst Marel 480 Naflin gerir það sem hann vill og hinn er hlusta, það er ekki flókið. Já, gat það nú verið 100 € hann 100 € hann 100 € og ég ætla að setja 100 € á þarna Gunnar Berg hjammi, ég tók Richarlison í fantasy-liðið mitt, Guð hjálpi þér, segi ég. Gunnar Berg, 100 € á þig. Þannig úr staðins búin við tryggjaði þarna. Já, ég segi gleðilega hátíð, þetta er byrjað og drop in, tune in, drop out og allt það. Hjammi.net, stærri en nokkur sem fyrr. Aldrei verið stærri. Aldrei verið ruglaðari. Season 2, let's go.